Ég er búin að fylgjast með þessum stelpum úr fjarlægð í nokkuð tíma. Þegar ég kom, þessar stelpur, það byrjuðu strax á að heilsa. Langflestir unglingar gera þetta ekkert í dag. Þau bara horfa einhvern veginn ekki framan í þig, horfa fram hjá þér, en þær komi bara á tímann og spyrja, hæ, ég heiti, hverjum ert þú að leita að? Og þetta er alveg ótrúlega mikilvægt, einhvern veginn að finna þetta vibe strax þegar þú mætir inn í salinn. Are you a lot in media, and if so, like how do you deal with like hate? How's it like going from being a lawyer to go to being a like farmers association? Oh God. What was your most challenging case? So my question is, have you ever struggled with your confidence? Mér fannst rosa mikið standa upp úr fundinum og bara við Vigdísi hvað var létt að tala við hana. Hún gaf svona orku, já, mjög góð orku í kringum hana. Hún var pínu svona mjög brosmild. Svona safe space. Já, en samt á sama tíma svona badass. Hún er rosalega svona ákveðin þegar þú ert að tala við hana, sko. Það var rosalega áhugavert að spjalla við fólk og heyra bara svona, þú veist, við höfum séð allt sem hefur gerst náttúrulega í fjölmiðlum, maður fylgir svo mikið með fjölmiðlum og bara samskiptamiðlum yfir höfuð. Þannig að þegar maður sér umræðuna og maður eiginlega svona tengir þetta við það sem er í gangi hérna núna. Who shaped you into the person that you are now? So like what? This is very deep. Það sem stendur upp úr eftir að hafa talað við þær er ekki bara það hversu góðar þær eru í að spyrja spurninga, heldur líka hvað þær eru virkir hlustendur. Þær eru að nótera það sem þeim þykir áhugavert. Þær eru svo skuldbundnar samtalinu. Þetta bara gerist örsjaldan að þú hittir einhvern tímann og einhvern einstakling, fullorðinn einstakling, þar sem þú upplifir að þið eigi saman í virku samtali og ég tala ekki í 2 tíma. Yeah, your question. Yeah, your question. My question to you: what upsets you? What triggers you? What makes you happy? What are your values? Það sem mér fannst svolítið skemmtilegt er að báðar Vigdís og Sólveig mættu inn hvað þær báru mikla virðingu fyrir okkur og spurðu og töluðu við okkur meira þess að við stelpur sem sátu við hliðina á mér sem er ennþá bara 14 ára eins og voru fullorðnar manneskjur og hlustuðu og ekki hlustuðu heldur tóku mark á því sem voru að spyrja og spurðu meira það sem við sögðum. Þannig að þetta var ekki bara spurningar til þess að checka einhver box heldur að þær höfðu áhuga bara á svörunum okkar. Just for the group, do you feel like these sessions after practice, do you feel like they help you? I have a much easier time with like accepting like if I have any flaws. I feel like I'm more open. I feel like these meetings that we have is not only like about basketball or like certain thing. It's just so much more like we talk about philosophy too, and we talk about like how stuff works in society and just how people in general, and just overall asking yourself questions. That's what we learn here is always you, like Brynjar said, you have to be your worst critic and best consultant. Hún talaði bara við okkur eins og við værum bara ekki krakkar. Við berum virðingu fyrir henni bara fyrir að hafa gert það, sko. Að mætt og spurt okkur spurningar þótt að séu erfiðar. Ég held að við verðum að muna þess fullorðnir sérstaklega að núna sé kannski löngu tímabært að hætta að tala börnin og hvað við getum gert fyrir börnin og hvernig við getum bætt þeirra líf og hlutskipti og miklu fyrir að tala við börnin, tala við ungmennin. Hvort sem uppeldissálfræðingar, foreldrar, fagmenn, kennarar, taliði við krakkana og hlusta á þau. Það er það sem ég hef lært inn í dag.